Toyota að leggja ofuráherslu á hybrid og Toyota byrjaði að framleiða hybridbíla 1998 eða 9 þegar Priusin kom á markaðinn og síðan hefur bara verið stöðu aukning í rauninni í hybrid-tekninni á Toyota og þessi bíl sem við erum að keyra núna er Toyota RAV4 hybrid og þetta er bíl sem er með 222 hestafla vél á sem dæmi og eyðslan er gefin upp ykkur rúmi 5 en raun eyðslan hérna á Íslandi er svona kannski 5,5 til 6 lítar eitthvað svoleiðis sem er mjög gott fyrir þetta stóra bíl. Þannig að sko svo annað er líka að mengun bíla hefur minnkað svo rosalega mikið. Bara sem dæmi að kannski 20 ára gamall dísiljeppi, hann mengar eins og 59 dísiljeppar í dag. Þróun er svo mikil hjá bílaframleiðendum í þessu umhverfis sjónarmiðum í rauninni. Þannig að jú, það er mjög gott mál að það sé verið að keyra á þessa rafmagnsbíla og við munum fylgja því líka, Toyota mun koma með rafmagnsbíla líka en þeir vilja meina að árið 2030 eftir þessi 11 ára eitthvað svoleiðis að þá verið framleiðsla Toyota svona 20% rafmagnsbílar og 65% hybridbílar. Þannig að þeir vilja meina að ef þetta rafmagnsbílavæða Evrópu alla þá þarf að byggja 27 kjarnorkuver í Evrópu til þess að framleiða rafmagn. Við höfum nóga rafmagni hér, engin spurning það, en þetta bara mun koma hægt og rólega og sem er alltaf bara mjög gott mál. En þetta er samt svolítið hægt, eða ekki? Eða samt ekki? Þetta er svona kannski rúmur áratugur sem þú ert að tala að við erum ekkert að fara að sjá árið 2030 helminga öllum bílum bara rafmagns. Ég hef ekki trú á því, nei. En samt sem áður þá er óbærslega þróun hjá bílaframleiðendum í að minnka útblástur. Það er bara þannig. Og ég hef trú á því árið 2030 þó að verði einhverjir dísilbílar til og bensínbílar, þeir hugsanlega menga bara ekki neitt. Þannig að þróunin er svo mikil hjá bílaframleiðendum þó verði ekki endilega bara rafmagnsbílar, að þá verða vetnið, metanið og ýmislegt. Þannig að þróunin er mjög mikil hjá bílaframleiðendum, það er engin spurning það. En hvernig er þegar fólk kemur á bílasölu til þín í dag? Hvernig er það? Er það að spyrja mikið rafmagn? Já. Kaupendur? Já. Það er töluvert það hefur aukist mjög mikið. Þannig að það er svona vitundarvakning í þessu öllu saman. Og ég veit nokkra mjög góða viðskiptavini okkar sem eru hreinlega að bíða eftir að við komum með rafmagnsbíla. En svona eins og staðan í dag þá er rafmagnsbíll í rauninni bara annar bíll á heimili vegna þess að innviðirnir náttúrulega er ekki nægilega góðir. Það er bara þannig. Tekur langa tíma að hlaða þetta? Já. En engin spurning, mjög góður kostur sem annar bíll á heimili og sérstaklega kannski í borgaræstri, eins og Reykjavík sem dæmi. Það er þetta bara frábært. En eins og staðan í dag þá sé ég ekki alveg fyrir mér að rafmagnsbíll sé rauninni nóg sem bara einkabíllinn á heimilinu. Hvernig stóð því að þú varst bílasali? Þetta er mjög góð spurning. Ég er lærður símsmiður heitir þetta, það heitir vist eitthvað annað í dag. Og var að vinna hjá Símanum upp á Velli. Ég er hjá Símanum íslenska, ríkinu. Ég var að vinna fyrir varnarliðið. Þegar við vorum leigðir þarna uppi til. Og ég var á svona tímamótum. Ég var að vinna í sjónvarpskröppunum fyrir það og svoleiðis. Og herinn ætlaði að fara að yfirtaka rekstur og ég hefði þurft að fara að vinna hjá hernum reyni. Og svo var ég að lesa víkufréttir náttúrulega. Þær voru komnar út á víkufréttir, ég lesa allir víkufréttir. Og það var auglýst eftir sumarstarfsmanni á bílasölu Brynleifs sem hann hét, eða var á Vatnsnesveginum. Og það er svona alltaf verið svona aðeins bíladell í mér, það er nú bara þannig. Og ég fór til gamla og Brynleifs? Til Brynleifs, já. Brynleifs Jóhannessonar sem átti bílasölu Brynleifs og var nýbúinn að fá Toyota umboðið árið áður, árið 1985, það var ruglaðis í stunum. Og ég sótti sem sumarstarfsmaður og ég fór ekkert aftur. Þannig ég var greinilega að standa með eitthvað vel og ég var að fíla mig bara vel í þessu jobbi. Þannig ég vann hjá Brynleifi heitnum, hann dó nú fyrir nokkra mánuða síðan. Vann hjá honum á bílasölu Brynleifs og með þá Toyota umboðið
til 96 en þá kaupi ég fyrirtækið af honum og fer út í það byggja út á Fitjum þar sem við erum til húsa í dag og þar opnuðum við 5. janúar 1998 klukkan 9. Já. Þannig að við erum búin að vera þarna síðan í 21 ár eða 22 ár tæp en þetta er ansinn margt breyst náttúrulega sko. Já, það er einmitt eiginlega svona næsta spurning hvað hefur bílasala breyst mikið á öllum þessum árum, rúmum 30 árum? Já, það er eiginlega gífurlega mikið. Já. Það er svona kannski, við vorum ekki með tölvu einu sinni þegar ég byrjaði þarna, en hún kom kannski stuttu seinna. Þá voru menn að skrá bílana sína til sölu á svona lítið spjöld og svo var þetta svona sett eftir stafröðsröð svona upp á vegg. Það er kannski margir sem muni eftir því. Byrjaði í A og endaði náttúrulega í Ö, það kannski hét engin bíl eitthvað Ö, ef þú skilur hvað ég við. Já. Þannig að menn settust niður og tóku spjöldin kannski, þeim langaði kannski Toyota eitthvað, það fóru í tíð og flettu í spjaldinu eftir Toyota og réttu svo okkur sölumönnunum spjaldið og þeim langaði að kíkja á þennan sko. Þannig að þá fórum við að staðarinn að hringja eiganda bílsins og það náttúrulega var bara heimasími eða vinnusími, það var ekki GSM-sími. Þannig að það þýddi eiginlega aldrei að hringja, ef þetta var vinnandi fólk, þá þýddi aldrei að hringja í heimasíman nema í hádeginu eða eftir klukkan 5 eða 6. Eða vinnusíman og þá var hugsanlega hringt tilbaka í kaffitíma. Þannig að þetta er svona stóra breytingin. Í dag náttúrulega eru allir með GSM-síma, allavega allir þeir sem eru með bílpróf og eru að selja bílinn sinni eða eitthvað. Þannig að maður nær alltaf í einstaklinginu í dag. Þetta var stór mál áður. Þannig að það er náttúrulega aðalega kannski það að samskiptin hafa breyst. Já. Og svona, hvernig þetta gerist. Já. Svo bara öryggið sjá veðbönd og annað slíkt á bílum og feril bíla. Skilur sem er mjög mikið atriði allan eigendaferilin, við förum bara í tölvuna að sjá eigendaferilin og hvort að viðkomandi bíl hefur tjónu allavega og getur sýnt fólki bara nákvæmlega fram á feril bílsins. Þetta var svolítið vandamál hérna áður fyrr. Þannig að það er náttúrulega, þetta var svo náttúrulega bílalán, það voru engin bílalán í gangi þá. Ég man að menn voru að selja bíla kannski á víxlum. Já. Skuldabréfum kannski? Og skuldabréfum, já. Menn hringdu kannski og spurðu þetta á þennan á bréfi. Já. Það var einstaklega sko. Það var þennan á bréfi. Og þá var kannski menn að lána kannski 1 ár eða 2 ár eða eitthvað. En þá, þetta var svona 86 sem ég man eftir vöxtum sem ég var að útbúa þá skuldabréf. Svo þá var eitthvað að kaupa bíl á bréfi. Og þá var hringt bara í bankana þú veit að viðkomandi væri okkur vanskilaskrá eða eitthvað svoleiðis og ef ekki þá gekk bara gengur viðskiptin í gegn. Og þá voru vextir upp í 33 eða 4%. Þannig að það er gífurlegur munur það líka. Að þó að vaxtastig á Íslandi sé mjög hátt, þá er það mjög lágt miðað við hvernig það hefur verið í gegnum tíðina. Þannig að það er bara þannig. Er auðveldara fyrir fólk í dag að kaupa sér bíl heldur en árið 1985? Já, það er ekki spurning. Vegna þess að þessi bílalán voru ekki til staðar þá. Þá þurftu menn kannski að fara í bankann og taka bankalán eitthvað svoleiðis. Sem var erfiðara. Já, meðan þú baðst 1 milljón og þeir buðu bara 500 sko, því að hvað ætlar að gera með þessa 1 milljón skil? Keyptir þeir bara ódýrari bíl skil? Já. En í dag ræður þessu bara sjálfur og þetta er bara sótt í gegnum hérna tölvuna og svo bara komið svar nokkur mínútur síðar sko. Já. Í dag eru lánafyrirtækin langflest að lána max 80%. Og það er bara fínt. Menn þurfa yfirleitt ekkert meina það. Og það hefur breyst líka svolítið þannig að hérna, fyrir hrun þá voru kannski 80% þeirra sem voru að kaupa sér bíl voru að taka einhverja fjármögnun. En í dag eru hugsanlega kannski 40–45% þeirra sem voru að kaupa sér bíl, hvort sem eru notaður eða nýr, sem er að taka einhverja fjármögnun. Þannig að fólk er að nota peningana sína og það er greinilegt að mjög margir sem eiga pening og er að nota henni í bíl, sem er náttúrulega mjög gott mál, en ekki í eitthvað peningabrask hugsanlega eins og var hérna áður fyrir. Nú voru komin lán til 7 ára, sem er allt í lagi, í mínum huga mætti þess að það var til 10 ár, en þess að bílar eru framleiddir í dag til að endast miklu meira en þeir gerðu. Þú sér bíla ekkert hverf úr riði í dag á 5 árum eða 7 árum eitthvað svoleiðis. Eins og Toyota með 12 ára riðvættanábyrgð, bara sem dæmi. Þannig að bílar endast miklu lengur en þeir gerðu, þess vegna er alltaf að hafa einhverja fjármögnun á þessu. En jú, það er rétt, þetta er næststærsta
fjárfesting sem að fólk fer í. Það engum blöðum með það að fletta. Þess vegna erum við að gera vanda valið. Talið minn. Velja Toyota. Nákvæmlega. Akkúrat. Hvernig finnst þér svona viðhorf fólks til bíla? Finnst þér það hafa breyst? Vill fólk kaupa sparnirnar bíla, minni bíla? Eða einhverju sem að vilja bara alltaf eiga jeppa eða fjórhjóladrifin eða einhver stefna í þessu? Finnst þér svona... Við erum náttúrulega ofboðslega marga trygga kúnna. Sérstaklega eins og í Land Cruiser og Hilux og svona bílum. Jú, auðvitað náttúrulega er fólki fara að færa sig meira og spyrja meira eyðslugræna bíla eins og hybrid og umhverfisvæna. Það er engin spurning það. Fólk mjög meðvitað það. Fólk mjög meðvitað það. Og eyðslu og annað slíkt. Og þannig að það skiptir verulegu máli. Og eins bara með eins og þessu stóru bíl eins og Land Cruiser jeppa. Þetta eyðir honum í 7 lítra. Á beinni keyrslu náttúrulega. Og þetta bara rétt. Þeir eru að eyða svo miklu minna og menga miklu minna heldur en gerðu allir bílar. Vélarnar orðnar miklu háþróaðari. Já, þróun bara mikil í þessu. Það er bara svoleiðis. Svo alltaf eins og vorum að tala áðan endingu bíla. Bara sem dæmi þá er Toyota í dag með 7 ára ábyrgð eða 200.000 km akstur. Það er ekkert mjög mörg ár síðan að það myndi engi keypt bíl sem að keyra 150 og spara 200 km. Í dag eru þeir í ábyrgð í 200 km. Þannig að þetta segir svo mikið bara áreiðanleika bíla í dag. Það kannast margir við rúntinn í Keflavík á Hafnargötunni. Allavega svona eldri Suðurnesjamenn. Hvað segir Ævar það? Og hann með bíladöll? Það ekki sérstaklega margir svona ungir menn og konur með eitthvað sérstaklega mikinn bílaáhuga. Manstu hvernig þetta var hérna í gamla daga. Við vorum afþreyingin var á rúnturinn Hafnargatan upp og niður og fram og tilbaka 20 sinnum á kvöldi eitthvað svoleiðis. Og þá var svona aðeins svolítið keppni í gangi að hafa bílana svona flotta og svoleiðis. Þannig að þetta bara liðin tíð. Unga fólkið hefur ekkert þennan bílaáhuga ekki að nærri eins miklu leyti eins og við höfðum á sín tíma. Þannig að þetta hefur breyst gífurlega. Ég reyndar hef ekki farið á rúntun Hafnargötunni mjög lengi. Þannig ég held hann sé alla til. En þetta hefur breyst mjög mikið. En auðvitað til ungt fólk í dag með mikið bílaáhuga. Það var nú bara eins og strákana mína. Alveg á hvolfi í þessu bílasporti Ert þú ennþá með mikla bíladöll? Nei. En ég hef óbærslega gaman að því að ef ég fyrir útlandi eitthvað svoleiðis, þá ég ekkert að glábæta á byggingarnar. Ég að horfa á bíla. Mér finnst ofsalega gaman að skoða flotta bíla. Það engin spurning það. Og gamla bíla og nýja bíla og allt saman. En bíla áhugsins líkur hefur minnkað, ég verð að viðurkenna það. En ég horfi á fallega bíla, það bara saman hvað heita, það bara svoleiðis. En ekkert séns að nappa þig, þú ert ekkert með gamlan bensín í bílskúr eða Rolls Royce eða eitthvað svona, þú ert ekkert með svoleiðis? Nei. Það ekki þannig? Nei. Við myndum ekki ná þér þar? Nei. Gamlan Trabant eitthvað? Nei, en aftur á móti á ég gamla Deutz Traktor. Já. Já, 66 módelið sem var gerður upp fyrir 10 ára síðan, því með bara fyrir sögumúrska. Hann antík bílinn minn. En mér langar einhvern tímann að hugsanlega, og ég er með augun opin fyrir einhverjum svona Toyota antík bíl. Ég er bara ekki alveg svona búinn að ákveða hvaða Toyota antík bíl mér langar í. Mér langar eiginlega ekki í neitt annað en Toyota antík bíl. Ég veit ekki alveg hvað það er. Þú með einhverja tegund í huga eða? Já og nei. Það er svona Land Cruiser heillar alltaf þessi gamli. Já. En svo líka Hiluxinn. Boddið þarna kringum 80. Og orginal svona bíl í einhverju hlöðaukstaðar sveit, ég var til í það. Já. Ef ykkur hlustar á þetta, horfir á þetta og veit eitthvað svona ljóst rappaðan helst. Á gráum stálfelgum eins og þú voru. Nei. Eru að vera hérna nokkuð? Nei. Nei, maður þarf að hafa, ég er ekki mjög handlaginn sjálfur ég verð að viðurkenna það. Þannig að ef maður fær einhvern bíl sem er óuppgerður, þá þyrfti maður eiginlega að vinna eitthvað í sjálfur. Ég er ekki alveg þar
þyrfti bara að fá bíl þá sem bara tilbúinn, sem ykkur búinn að gera upp fyrir mig. Þeir eru ekkert á sölu held ég. Þannig Hannibali minn. Já. Erum við komin á Reykjanes? Já, fallið það hérna. Þetta er okkur bíla. Rafmagn í rúðum og svona. Þetta er bara orðið standard í öllum bílum. Já. Hitt í sætum og skjár og bakkmyndavél. Þetta eru svaka lúxus. Já, og Íslandskort í... Já. Ég held að þú fáir bara ekki bíl án rafmagns í rúðum í dag. Þú myndir bara leita. Það. Já, svo er komið í þetta eins og með þennan bíl hérna. Hann er komið með e-call. Ef ég íti hérna, þá hringir það beint á neðarlínuna. Og neðarlínan veit alltaf hvar hann er staðsettur bílinn. Og ef hann lendir í hörðum árekstri eða veltur eða eitthvað. Og hérna þá hringir bílinn sjálfkrafa í neðarlínuna. Og ef þú svarar ekki, skilur við, ef þú rótast eða eitthvað, þú svarar ekki, þá senda þér sjúkrabíl og vita nákvæmlega hvar það er. Það komið bara staðarbúnaðar í Írafjörð. Og þetta er að koma í alla bíla. Ég var svo ljónheppinn að fá þessa lóð 1997 og húsið var reist hérna það ár og við opnuðum hérna eins og ég sagði fyrir viðtalinu 5. janúar 98 og staðsetningin gæti ekki verið betri, það er ekki spurning um það. Og eru þið með svona alhliða bílaþjónustu? Já, við erum með hérna við hliðina á okkur er fullkomið Toyota þjónustuverkstæði og Lexus, þannig að við þjónustum Toyota bíla og Lexus bíla og reyndar sjáum við viðgerðir á mörgum öðrum tegundum. Ég er með mjög fagmenn hérna hinum enn í því öllu saman og síðan er ég með bónstu hérna í endanum á húsinu, þannig að við þrífum náttúrulega aðalega okkar bíla en við eigum það til að þrífa einn fyrir Pétur og Pál og sérstaklega þá sem við kannski komum með bílana sína til sölu. Þannig að jú, við erum með þjónustuverkstæðið og bónstöðuna. Og svo náttúrulega söludeildina hér. Já. Þannig að þú ert bara bjartsýnn á framhaldi? Já, það þýðir ekkert annað. Við erum með þetta vörumerki, alsæll með það, þannig að það er ekkert annað en bjartsýnn í mínum huga. Það er bara þannig.